Komið þið sæli og verið velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að sjálfsögðu í boði Egils gull, léttölsins. Við erum að taka upp núna bara hefðbundin þáttur, við erum að taka upp saman félagarnir, ég, Maggi og Steini. Þeir eru komnir úr eldhúsum, strákar, sælir og velkomnir. Já, bara nýbúnir. Vorum að klára 3 vetur ykkur þetta? Það var nú ekki. Það var nú ekki svo gott, sko. Þið stóðu ykkur ágætlega í eldhúsinu. Takk fyrir það. Ég er komin í hellirinn minn góða og ég get alveg votta það að Einar kom í hellirinn hann á laugardeginum og hann var alveg úrvinda eftir tiltektir dagsins. Nákvæmlega. Eingöngu þess vegna sem að kallinn var slappur. Já, ég var þrælgóður annars. Herðu, Steini, ég er búinn að bíða alla helgina eftir kæru út af pubquizun okkar. Ertu búinn að setja þið við þetta? Nei, þetta er ennþá í vinnslu. Þetta var alveg bara gjörsamlega út úr korti, ólöglegt og það sjá það allir sem að fá þessi gögn í hendurna þegar ég legg spilirinn á borðið. Þannig að mér skilst að svona á okkar útreikningum að þá höfum við unnið þetta með 2. Ég frétti það Vigdís Hauks alltaf að flétta þetta inn í þessa braggakæru þetta. Þetta er síðasti liðurinn í braggakærunum, svo er það hérna kopp.is-quizið. Við þurfum að rannsaka það aðeins. Ég skildi þetta eftir hjá innri endurskoðun, þeir eru að fara yfir þetta. Herðu, ertu, Maggi, horfður á Monday Night Football í gærkvöldi? Veistu hver var að kynna þættin með Colo Touré og Jamie Carragher? Dave Jones. Þetta er eina spurningur sem við flestir flöskuð á, sko. Það vissi ekki hver Gary Lineker á Sky væri. Það veit enginn hver hóstar þættina, hver er að spurja og svoleiðis. Það er bara þeir sem að svona virkilega hafa skoðanar og eru skemmtilegir sem eru minnistæðir. Það eru Gary Neville og Jamie Carragher, það eru Magnús Þór Jónsson og Sigursteinn og svo víðar. Ákvæðlega. Ég held að sé nú flestir búin átt að sjá því að þessar skoðanir ykkar eru flestar mataðir í ykkur. Hver er þú áttur? Kemur þér ekki alveg fyrir mig? Það kemur í pubquizið næst á kopp.is. Já, nákvæmlega. Herðu, við eins og segið, dagskráin er ekkert gífurlega stór, það er náttúrulega bara Brighton leikur og Palace næst. Þetta við erum komin í ákveðna ágætis rútínu og við byrjum bara á þessum, fara þessi í innan Brighton leik og byrja þér, Maggi. Ég meina, sko, þú horfir á þetta öðru heldur en við Steini, gerir ráð fyrir. Þú veist, er þetta ekki svona leikur sem er típiskur, þetta lýsaði þannig að þetta er allt öðru sem upplifun við annað áhorf, þú ert ekki stressið svona rosalega út úr þessu, sko. Algjörlega samanlega, ég satt náttúrulega kafi í eldhúsinu og gerðum og náði bara að sjá eitthvað fyrsta korterið þarna, frá mínútu 5 til 20 live og svo var maður bara að bíða eftir einhverjum updateum og maður gæti ekki einu sinni verið að fylgjast alveg með á Twitter því maður var að halda á einhverjum skúfum og dóti, þannig maður beði alltaf eftir einhverjum titringi, svo kom titringur nummer 1 sem var þá mark nummer 1, sko. Þannig að það auðvitað er öðruvísi þegar maður sest niður og analysera leikinn, þá fannst mér náttúrulega, ég held að þið séum kannski sammála mér því að við vorum sko miklu betri heldur Brighton í þessum leik og vorum bara, við áttum náttúrulega klárlega að sigur skilin og vissulega við þurftum að sjá markmanninn okkar gera aðeins og varnarmennirnir þurftu alveg að hafa svo sem fyrir hlutunum, þá var þetta náttúrulega bara leikur sem við leystum, sem við hefðum ekkert gert held í fyrra. Þetta Brighton-lið eru engir muggar og þeir náttúrulega voru alveg ótrúlega þéttir. Þegar ég labbaði út þarna á 20. mínútu til þess að fara til annarra verka, þá hugsaði ég alveg á, þetta verður eitthvað sem að svona set-piece atriði eða eitthvað svoleiðis þarf einhvern veginn að brjóta upp því að, þú veist, það má líka kannski segja að við kannski förum betur í það hvernig við höfum verið að bregðast við og snúast í þessu. Þið rædduð þarna í podcastinu á föstudaginn að 4-2-3-1 væri leikkerfi en þegar að lið verjast með 9 leikmönnum eins og Brighton gerði lungan úr þessum leik, þá er stundum þannig að þú þarft eiginlega að spandera einu miðjumanni fyrir eitthvað sóknarþengjandi mann sem að kannski getur líka verið auðvitað erfitt og það sem að kannski mér fannst svona hættan hérna vera við það sem að verður sko svona klárlega upplegg fleiri liða, til dæmis bara næstu 2 leikir heima í okkur, þá er það þannig að svona munu liðin vinna gegn okkur.
þá kannski fannst mér vanta pínlítið væri með einhvern veginn að vinna okkur inn í langskoti, þú veist, þegar maður horfði yfir skýrsluna hverju voru að byrja, þá alveg langskot þarna í bæði fyrir mín og Shaqiri sem kannski náðu ekkert alveg að gera það, því að við erum bara komin með þennan sess og þegar við erum komið með liðin svo Brighton sem maður ekki tapað með einum leik eða eitthvað í vetur, ekki búin að fá sér mark, ekki búin að fá sér mörg heima, búin að skora í öllum leikjum síðan í mars heima hjá sér, að þegar það svona góð lið, alveg eins og við getum alveg reknað með að Leicester geri mót okkur allavega já og Palace auðvitað í næsta leik, að þá þurfum við einhvern veginn að kreista safann úr steini og það var bara pínu erfitt þarna en að sama hátt eins og kannski byrjaði setningun á. Þetta eru leikirnir sem að tryggja þér sigurinn og bara viðtal Guardiola sem hann farin að spila með eitthvað sálfræði yfir okkur að við sittum ekki að horfa á leikina til þess að benda á að þegar ég bara horfa á sig og eitthvað svona, það hefði ekkert gerst ef við hefðum gert jafntefli á móti Brighton og því ég var ekki með í podcastunum síðast, það kannski ég hefði áhyggjur af og sagði svo sem að ég voru að loka podcastið að þessi leikur á móti Brighton var bara held ég, þegar tímabilið verið gerður upp held ég einn af 3 til 5 mikilvægustu leikjunum í tímabilið, þeir eru búin að tapa leik í deildinni og falla út úr bikarnum með allir virðingu fyrir því maður geta haft allar skoðanir bikarnum, þá ert allt inni komið ykkur 20, þú ert bíldið með bakinu upp í vegg, ferð á drullu erfiðan útivöll og bara jafntefli hefðu í haust ekkert verið alvond úrslit á móti Brighton, en jafntefli til dæmis helgina hefði verið svolítið til þess að skemmta skrattanum og íta á pressuna sko. Þannig að ég varst þessi leikur ótrúlega mikilvægur og það að vinna 1-0 náttúrulega bara klárlega styrkleika merki á liðun okkar, það bara þannig. Steini, við getum alltaf sammála því líka, við fórum alltaf allir þrír saman á fyrirleikasta liðin, þetta var einhver rosalegasta rúta tímabilsins og þá Manchester United leikurinn meðtalinn held ég bara reymið þá. Já, það þetta Manchester United og Cardiff og ég reyndar ósammála Magga þarna með að þeir hafi spilað með 9 manns vörn, nema sé ekki að telja markmann með það því að Glenn Murray sást eiginlega aldrei, sko ekki einu sinni inn í miðjubóðanum, þannig að þeir voru bara, það voru allir fyrir aftan miðju, eiginlega bara allan tíman og við sátum nú hérna hlið við hlið í hellinu við Einar og vorum nagandi neglur og þetta var alveg þannig leikur en síðan þegar maður, alveg sem Maggi segir, fer að skoða þetta aftur, þá sköpuðu þeir sér valla færi í leiknum. Það var valla hægt að tala um færi sem þeir sköpuðu sér og þetta var svona, ég hugsa ef að sko stuðningsmaður City hefði horft á hana leik, þá hefði þetta bara, það er ekkert að fara að gerast, af því að okkar tilfinningar eru í þessu, þá fannst okkur þetta, þá var maður hálfþreyttur eftir leikinn bara út af því að það er allir veða spenntir. Þannig að þetta var einhvern veginn miklu auðveldara. Þú reyndar vissulega komst að lítill líður inn í leikinn, sko, en... Hvað meinar? Þetta er svona alveg eins og ég horfði nú á messuna, hann var Reynir vinur minn Leósson, hann talaði þetta væri svona fullorðins framista, þetta væri bara, þetta er eins og þau kalla á enskunni bara mature, við erum bara orðnir rock solid tilbaka og við erum að skapa okkur og við ættum í rauninni að vera að skora fleiri mörk, það voru þarna algjör dauða færi sem við erum að klikka á. Þannig að 2-3-0 hefði bara verið mjög eðlileg úrslit úr þessum leik á móti akkurat þess að þið komið inn á mjög erfiðu liði að eiga við, þeir hafa sýnt það oft í vetur, hvað þá heima við. Nákvæmlega, sko tökum bara út úr þessum leikmæki þess að skar úr mann, okkur fannst það og töluðum það, maður með leik stóð og maður talaði það áður í vetur, þetta er svolítið svona leikir er að minna svolítið á boxbarda þegar þessu sem að þreyta anstæðinginu, ég held að þessi leikur hafa alveg verið ágætist dæmi það líka en ég meina Liverpool opnaði betur í seinni hálfleik og voru Liverpool bara spilaði betur í seinni hálfleik, ég held að það sé ekki tilviljun sko og við erum með eitthvað besta árangur held ég í deildinni núna, betur jafnvel en Arsenal sko yfir stigasöfnin í seinni hálfleik sem er náttúrulega ótrúlegur viðsnúningur hjá okkur en hérna sko fer ekki umræðan töldamis núna snúast að Mohamed Salah, hann er ekkert one season wonder, þetta er bara besti leikmaður deildarinnar, ég meina sko þá er bara þáttakans í mörkum versus mínútur er eitthvað það besta sem við séð í deildinni sko. Algjörlega, bara alveg klart mál, því ég náttúrulega sá ekki þetta víti og það er svona
Stalst í Twitter þarna í kringum markið einmitt þarna þegar smiðurinn fór að pissa og þá auðvitað, þú veist, hugsaði með mér ok, þú veist, það einhvers staðar hafa menn getið dregið eitthvað vafasum víti en það að hérna nokkur maður sem að allar láta taka sig alvarlega láti það út úr sér sem að sumir gera á Twitter náttúrulega bara algjörlega marks það hversu góður hann orðinn. Hann bara kominn á þann staðinn að þú veist að það á bara þeir sem ekki með honum í liði þá bara einhvern veginn að drulla hann út og draga hann niður vegna þess að hann svo geggjaður í fótbolta þá það einhvern veginn eina leiðin til þess að sparka menn niður og þetta auðvitað það sem að Messi upplifði á upphafsárunum sínum sem Ronaldo að gera reglulega sem Maradona var að lendi sem allir toppmennir lendu í til þess að einhvern veginn að reyna að hamast við sumubrotnuðu Maradona vinnur okkar til dæmis að þetta það sem gerist þegar leikmaður orðinn heimsklassa góður, alveg eins og við erum með svona leikmenn á það, þá þekkjum við þetta alveg, að þegar þú ert orðin þetta góður, þegar þú ert orðin þetta erfiður að eiga við og mér er alltaf frábær ummælinni á Hjúton þegar hann var spurður út í víti, hann sagði bara ég vorkendur bara í þessari stöðu, þú veist að vill enginn lenda í einn og einn stöðu og þú veist að svona reyndur og góðu varnarmaður grípi í öxlunum og dundrar hann bara niður þetta er náttúrulega bara, þetta er bara eitthvað viðbrögð sem þú lendir í vegna þess að þú ert búin að vera stressaður og hræddur bara í öllum leiknum einhvern veginn hvernig hann er og það var auðvitað það sem maður sá líka þegar maður horfði á hann live þarna á Anfield á móti Arsenal það er hversu áræðan hann er og hversu að því að við vorum að tala um eitthvað sjálfstraustpælingu og eitthvað stressað á því í haust hversu aggressífur hann orðinn aftur þetta er náttúrulega bara ekkert einfalt að fá hann á sig eins og í þessum leik þarna og séð kannski undanförnum leikjum og hann er náttúrulega klárlega bara í minnst ekki spurningu þetta við svolítið hæpið auðvitað í kringum Virgil van Dijk og það getur vel verið að hann verði kosinn besti leikmaður mótsins og við getum alveg sagt það vegna þess að og það er kannski líka vegna þess að það er svo nýtt að varnarmaður sé svona geggjað leiðandi í liði, það er ekkert margir sem hafa gert það en Salah er náttúrulega langbesti sóknarmaðurinn í þessari deild og hann er ekki það gamall ennþá að hann er klárlega held ég að fara að stíga inn í alheimsstatusin þegar það fer að eldast og brotna undan þeim sem eru kannski þar efstur á pallinu núna þá held ég að Salah geti orðin einn af þeim sem tekur við af Ronaldo eða Messi núna þegar það fer að stíga á seinni árinu á þeim þá er hann held ég klárlega einn af þeim sem er sá sem er líklegastur í heiminum til að stíga þar upp því að það sem hann hefur og kemur með leikinn er náttúrulega alveg svo gigantist og verður auðvitað lykillinn í því að við náum einhverjum árangri, það er bara þannig. Það er þetta mjög góða punktur og kannski önnur umræður tökur seinna var þetta Virgil van Dijk og það er náttúrulega líka undanfarin ár hafa varnarmenn bara verið á undanhaldi þessi miðverðir sérstaklega svona afgerandi miðverðir hafa verið að deyja svolítið út þannig að svolítið gaman líka að sjá það, ég með þetta verið fyrstu skipti ykkur 6 ár sem að varnarmaður vinnur leikmaður mánaðarins sem er náttúrulega þannig sé galið en segir samt kannski líka til hvernig leikmann við höfum þar en Steini við erum að sjá fótbolta.net með svona þeir eru að fiska eftir einhverjum viðbröðum Salah fiskaði vítaspyrnu og skoraði á árinni Mohamed Salah hann fer á Bentleynu sínum og svona lay low þrátt fyrir diving storm eftir þennan leik við vorum að tala um þarna þetta var nú svona lágmarki 2 víti hann ætti að endurtaka víti eftir þetta brot Já, þetta er bara að ég veit ekki að vera að kalla þessum viðbröðum ég vitum það alveg Já, það var þarna aðtökum daginn þegar hann var togað í hendina á honum og hann ákvað að standa það ekki af sér og ýtti það allt verulega sem að ég skil frekar að menn séu að rífast út af eða gagnrýna hann fyrir en þetta er náttúrulega bara að það skuli vera að tala um að víta fisk þarna hann rífur í það sést svo greinilega hann rífur í treyjuna hjá honum og sparkar í báðar lappirnar á honum í leiðinu þetta var bara þeir bara nulla sig út úr umræðunni þeir sem að halda þeir fram að þetta sé eitthvað dífa eða fisk það er bara ósköp einfalt mál Svo sérðu líka bara umræðan Störling atviki í gærkvöldi og Vorti hann fekk guldspjald fyrir því líka leikarskapinni teg ekki að ég ætla að segja ekki að vera eitthvað Störling hann hefur nú fengið sinns geru líka mjög úrsækjandri gagnrýni en maður veit ekki kannski er þetta svo Maggi segir bara statusinn á leikmannum sem er að hafa áhrif á þessa umræðu og þessar fyrirsagnir Já, ég er reyndar aðeins ég er nú ekki alveg komin á sama stað á Maggi með Mo Salah þótt ég sé mikill aðdáandans ég held að sé ennþá svona hann gæti náttúrulega stigið þetta skref og orðið
orðið þessi gaur, hann var það í fyrra en hann hefur ekki verið alveg jafn finnst mér einhvern veginn svona baneitraður og hann var en það eru allar líkur að hann geti alveg gert það en hann, stóri munurinn, það sem ég er að reyna að koma orðum að stóri munurinn er að þú þarft að gera þetta konstantli. Þeir tveir félagar þarna, Messi og Ronaldo, það sem að gera þá svona uník er að þeir eru að gera þetta bara ár eftir ár og það er bara talið bara ótrúlegt ef að þeir fara undir 50 mörkin á tímabili. Þannig að það liggur svolítið munurinn en sjálfsögðu eru held ég flestir góðir fótboltamenn í dag að bíða eftir að þeir svona falli á stallinu þannig að það verði ykkur við munum alveg hvernig þetta var áður en þeir komið fram að þá voru alls konar aðilar sem áttu bara gott season sem voru taldir bestir í heimi hverju sinni og það var bara gaman fyrir þá fótboltamenn en hvað verður þegar þeir eru búnir, ég veit ekki en ég er alveg á því líka að það er ótrúlega og ég hef oft sagt að mér finnst magnað til dæmis maður eins og Paolo Maldini skuli aldrei hafa unnið ykkur svona alvöru einstaklingstitil, hann var geggjaður varnarmaður. Mér finnst bara svo æðislegt núna að Virgil van Dijk sé að fá þetta kredit sem hann er að fá núna og alveg eins og þú segir það er galið að þetta sé í fyrsta skipti í 6 ár að leikmaður mánaðarins sé varnarmaður í fyrsta skipti en hann verður aldrei valinn leikmaður ársins á þessu tímabili nema að Liverpool fara alltaf leið að vinna titil. Það er alveg á tæru. Ég meni, er það ekki ljóst að það verður engin Liverpool leikmaður valinn leikmaður ársins nema þeir vinni titilin og kannski það er réttilega sko. Já og nei, ég meina samt Sala var valinn í fyrra þannig að ekki vann Liverpool titilin þá það er fullt eftir á móti það er bara svo allt og snemmt að vera að ræða þessi mál núna en við getum rætt hver er búin að vera bestur fram til þessa en við veitum ekkert hvað gerist á næstunni. Nei, ég meinti umræðast nýrðum bara hver væri bestur í deildinni núna eins og við tekið áður Hazard ekki kom inn í þá umræða með okkur núna og líka náttúrulega Van Dijk var valinn fyrir síðasta mánuð þannig að kannski tímabært að þýrleika ræða það sko. Maggi það sem komst inn á áðan var þetta munin á 4-2-3-1 og 4-3-3 ekki að sko svolítið erfitt að bera þetta saman því að 4-3-3 hefur nú á þessu tímabili verið meira notað í stóru leikjunum og gekk náttúrulega mjög vel í fyrra en þetta finnst mér, þetta hangir svolítið oft saman með því að Shaqiri komin í liðið og ég meina í svona leik og þó hann hafi kannski ekki átt eitthvað stjörnuleik þá er hann klárlega að opna, við erum að sjá það bara Liverpool hefur ekki tapað leik til dæmis það sem hann byrjar sem eru og þetta er orðnir 10 leikir sko. Já, ég sammála, en sko það er nefnilega í rauninni sko dálítið sérstakt fyrst mér í rauninni sko, dálítið bara gaman á pælið þessu og maður ætti kannski einhvern tímann að setja þess að pæla aðeins í því hvernig þetta er gert, en það sem mér finnst kannski vera stóri munurinn á því að vera með þessa 4-2-3-1 eða 4-3-3 er það þegar við erum að stilla upp tveimur miðjumönnum svona aftarlega eins og vorum að gera sem áttu þá að hleypa annars vegar sko bakvörðurunum inn og gefa Shaqiri og strækjurunum vera frjálsræði til að sækja vegna þess að það sem að Wijnaldum og Henderson er að gera ef sóknin brotnar og rætt þá er þeir að stíga inn í og þeir að vera að stýra. Það þýðir það í rauninni er 4-2-3-1 að gera kannski minni skyldu og varnarhlutur kannski að fremstu fjögura heldur en 4-3-3 því þeir eru með tvo sem eiga svona vera sópað upp. Vandinn sem verður þegar þetta gerist þarna alveg rétt hjá Steina að Murray var náttúrulega sjálfur sér kannski 10. varnarmaðurinn þarna en hann svona var þó þeirra fremstur og átti það til að vera að reyna að hlaupa á milli bakvarðarlínu okkur og sko var svona að fá langa bolta sem hann fékk ekkert en sko það þýðir bara það einhvern veginn að þeir eru bara alltaf að kljást við þetta sama þannig að hversu oft í leiknum var það sem að þeir voru að sækja á sko 3 leikmenn, það var bara þannig og þá stundum, þú veist, fannst mér það sem ég fannst að gegnpressingið væri ekki gott og þetta er Shaqiri ekki góður þar. Það svolítið þannig sem það er, við líka verið ákveðið vandamál að vera ekki með Fabinho á miðjunni, við söknum hans á miðjunni eins og hann hefur verið að spila undanfarna leiki, því hvorki Wijnaldum, jafn frábæra Wijnaldum hefur verið og hvað þá Henderson eru svona leikmenn sem eru góðir í einhverjum svona þrúból og stungusendingum og að
vinna boltan eins ofarlega völlunum svo kannski við vildum vera að sjá. Það virka mjög erfitt hjá með fyrri hálfleik í þessu leik. Mjög erfitt, sko, alveg klálega og það auðvitað bara þannig sem mér fannst eins og alltaf, þú veist, Klopp að mínu vita, hans lenska í lífinu svolítið það að hann ótrúlega grimmur og klókur að fara í tilfærslur í hálfleik sem að svona tvíka einhverja smá hluti og veist, maður heyrir það að stjórnarnir fara að segja við hann, segja sko, svo þarf maður alltaf að vera klár í hálfleik sko, að við þurfum að bregðast við hvað þeir gera í hálfleik, þannig að hann var klárlega með svona smá atriði sem þýddu við fengum þetta vídeo vorum svona aðeins að opna meira í seinni hálfleiknum auðvitað þegar liðin voru farin að þreytast en þú veist, sko Shaqiri flottur alltaf, en það ennþá mér finnst að við ennþá vera svolítið að smíða eins og ég sagði held eftir podcastið ykkar síðast eða í podcastinu þar og undan í sjálfu sér væri í svona leik gott að vera með center sem að tekur til sín sko, og svolítið að tarfast inn í teig þannig að getur fara að krossa eða eitthvað þar sem að þú veist, hann þarf þá að vinna boltan og einhver tekur skoppið eða eitthvað svona sem fellur að sendinum. En á svo að móti, þú veist, þetta, Brighton var ekkert að vaða í einhverjum færum og þeir voru erfiðan útivöll og þetta leikkerfi gekk alveg upp og var alveg að virka, fannst mér að öðru leyti heldur bara því að þetta svona, pressan verður erfiðar í þessu þarna og það býður upp á það að þetta þurfa svona aðeins öðruvísi færslur sem eru. Ég meira skotnar í þessu 4-3-3 kerfi, þetta 4-2-3-1 en af því sögðu þá höfum við átt mjög góða leiki í 4-2-3-1 þar sem með Shaqiri hefur komið inn og það hefur verið breytt í það, hann hefur verið að skora mjög mikilvæg mörk í þessu kerfi, þannig að þetta svona smá tweaks sem í gangi og ég held að hugmyndin hans hafi svolítið verið svo að reyna að láta þessa fjóra fá mér að frjálsræði. Ég held að hann hafi ekki reiknað með Brighton í fyrirleiknum, Brighton svona ofboðslega varnarsinnuðum og við getum kannski rætt það að lið sem að þetta gott eins og Brighton og þetta ofarlega bara spili bara fyrstu 45 mínútur að svo gera tilraun til að sækja meiri mönnum nokkur tíma en 3. Ég sá aldrei, ég horfði ekki allar ekki bara svona 45 mínútur klipu, ég sá aldrei í fyrri hálfleik fleiri en 3 Brighton menn inn á vallarhelmingi Liverpool og það auðvitað bara sko galið í rauninni, vera heimavalli og bara ákveða það var bara þessi 4-5 varnarlína og 2 miðjumenn, þeir bara fóru ekki fram fyrir miðju. Þetta hefur ekki verið gert síðan að Bjarni Fel var að spila bakur hjá KR og einhvern tímann sagði þegar hann hljóp við miðjuna og öskraði þjálfarinn á hann ekki við línuna. Þetta var svolítið svoleiðis sko. Og það þetta bara verkefni fyrir Klopp einhvern veginn að díla svolítið við og sjá hvernig það verður hvernig hann að brasa því. Þess vegna væri til dæmis að mínu viti geggjað að fá manni svo Oxlade inn í þarna sem svolítið svona meiri miðjutýpa af Shaqiri sem að var að leysa svona leikjastundum í fyrra sem ég fannst ógeðslega skemmtilegi sko. Það sér benda á svolítið steinið fyrir munna á Shaqiri. Ég veit þetta ekkert sustainable endalaust en þetta eru 10 leikir þar sem að Liverpool búin að vinna 19 held ég 1 mark á okkur og hérna ef þú tekur kerfið þá þetta 13 leikir held ég og 14 leikir og 13 sigur og 1 jafntefli. Það bara líka ef þú skoðar stiga hvernig við erum að gera núna þessi tímabili versus síðast tímabil, þú veist þá þetta ykkur, finnst mér þarna að vera að finna ykkur að lausna vandamáli sem var til staðar í bæði sérstaklega ennþá í fyrra og hvað þá árin þar áður. Já, við höfum oft líka kallað eftir því bara að vera og það akkurat það sem við erum búin að vera að ræða þegar þessari miðju stilt upp Wijnaldum, Milner og Henderson. Hún á náttúrulega bara, þar erum fullt af vinnuþjörkum inn á miðjunni en Shaqiri í rauninni mætti fara bara hérna á næsta level með þetta því að bara það að þurfa að vera tjóður að Fabinho þar niður í vörnina, að vera með hann inn á miðjunni sem annar af þessum dýpri til að svona auka möguleikana fram á við því að hann að reyna að setja bolta þarna inn fyrir varnir ásamt Shaqiri, en klárlega sko, þegar Shaqiri náttúrulega í mínum huga ætti hann eða svona típa og helst hann alltaf að byrja á móti þessum minnilið sem að fara að pakka í vörðina því að alveg svo Maggi kom inn og bara á hversu mörgum mönnum þeir að sækja af hverju þurfum við að vera að spila með rauninni 2 djúpa miðjum í rauninni og ef við tala bara þvert crossfit sjálf á mig aftur að þá er líka gott að vera með Fabinho þarna í
í miðverðarstöðuna því að þeir eru kannski mjög mikið að bara fyrir fram að miðlínuna en hann kemst kannski ekki alveg framalega til að svona eiga betri kosti á að skjóta boltan þannig fyrir en ég veit ekki ég held þetta snúist bara fyrst og síðast það bara Shaqiri er bara búin að vera frábær kaup og þó að hann hafi ekki átt sinn besta leik á móti Brighton þá var þetta bara, hann gefur okkur svo mikla auka vít hvort sem hann kemur inn á bekknum eða byrjar. Nákvæmlega. Þetta er alltaf líka gaman eins og kom inn á áðan var þetta sko alltaf að fá þetta clean sheet alltaf frábært og Brighton kannski þetta á ekki að vera einhver það rosalegur árangur en ég meina það er ekkert annað lið sem hefur frá því mars náðum það sem skora ekki á heimavelli og þeir ná ekki eins og skota á markið og ég meina við erum líka þess að horfið það þarna fyrir leik kemur Trent Alexander-Arnold hann meiðist og spila tæpur og er núna meiddur í kjölfarið og Fabinho sem hefur aldrei spilað miðvörð allavega ekki fyrir Liverpool og mjög sjaldan held ég fyrir félagslið ég meina við verðum vel að rósa þessari frammistöðu í því ljósi líka eða ekki Maggi Sammála því það er alveg klárlega þannig sem það er að við erum svolítið að keyra svolítið í þetta að þurfa að bregðast við ólíkum ástæðum og ég meina þú veist Fabinho er náttúrulega bara að verða bara leikmaður sem að sko er svo mikið þú veist, það er svo ógeðslega mikilvægt að hafa svona leikmann og við förum í gegnum meistaralið bara vísvarum heim undanfarin ár leikmenn sem hafa ef við þurft að henda sér inn í hafsend inn í bakvörðin og miðju jafnvel verið frammi við erum að tala Milner þarna líka skilurðu að Fabinho var náttúrulega bara flottur náttúrulega hefur við sagt áður að Van Dijk náttúrulega lætur menn líta mjög vel út en þarna eftir með ball playing hafsend og það er alls ekki það að mann þurfi að nokkar ágjur að hafa því að hann geti spilað hafsend maður bara saknar þess í dag að hafa hann ekki inn á miðjunni þannig að það er alveg frábært að gera það svo virkar þetta bara gegn heill gaur hann fagnar mörkunum hann er eftir leik þá er hann komin í það í öll fæfin og öllum staðnum alltaf með flott samtala þessa PSG landssöguna alltaf frábær umhverfi hjá honum og benda svolítið á það þannig sennilega PSG sem var eitthvað að reyna að hefða einhverju fjöðrum með því öllu þannig að Fabinho náttúrulega léttu pínlítið á svona hvað að segja þessum hafsends vandamálum okkar þannig að maður er svona Reykjás hafandi svolítið verið að segja þetta kannski síðast að við þurfum bara mjög mittur við bara þurfum að redda okkur einhverjum hafsend og það var einhverja hummelsögur við getum alveg sleppt í okkur hafsend en svo verðum meist í dag og hann getur ekki líka verið í bakverðinu og verið á miðjunni svolítið en hann var frábær þarna og bara í rauninni bara eins og hann hefði aldrei spilað einhver aðra stöðu fannst mér hann var bara gerði þetta allt einhvern veginn bara rétt og hann lætur hlutina líta létt út sem er gæði á leikmanni en hann var alveg að minna eins og við svo sem sagt áður í þessum þáttum Glenn Murray náttúrulega bara hörku gaur til þess að djöflast á og þú veist þegar hann var eitthvað að stíga þessu upp þá voru þeir bara klárir í hann sem var bara frábært Ég veist það er svona svolítið athyglisvert við erum að tala varnarleik Liverpool og varnarmenn Liverpool við erum búin að fá okkur 10 mörk í deildinni í þessum 22 umferðum sem er náttúrulega bara fáránlegur árangur en við erum samt ef við förum að kryfja þetta að þá erum við samt að tala að við höfum verið að þurft að breyta vörnin okkar trekk í trekk við erum búin að vera í meiðslum í miðvörðunum okkar hægri bakverði við höfum reyndar lítið þurft að rótera vinstra megin 1 eða 2 leikir í deildinni ég held að sé bara 1 helling á miðjunni sko helling á miðjunni þannig að sko mér finnst eiginlega þetta svona þessi statistik með hversu fá mörk Liverpool fengi á sig vera bara mögnuð með að hversu mikið við erum búin að vera með menn í meiðslum færi Arsenal, Manchester og Everton til samans Já, nákvæmlega, þetta er alveg bara magnað við erum að spila með núna miðjumann sem er kannski 50 valkostur í miðverðinum í þessum leik og hann er valinn maður leiksins þurfum við að segja hvað meira en það var þetta gaman hjá okkur Einari hérna í hellinum og við vorum við tókum eftir því þegar talandum
stability í vörninni. Þessi Virgil van Dijk náttúrulega bara, þetta er eitthvað annað. Þetta er bara, hann og Alisson náttúrulega er svona þunga miðjan í þessu, en þeir þurfa að hafa ykkur með sér. En það leit stundum út þegar þeir voru ekki samfærandi í sínu sóknarleik Brighton, en þeir voru að fara upp þarna þeim megin sem Virgil van Dijk var, að það var nánast eins og þeir bara horfðu á hann svona lotningur augum og sagði bara, heyrðu, nennirðu að segja mér hvert ég má fara, hvar ég má vera á vellinum. Af því að hann bara leitið og þeir bara nánast trökkluðu stundan bara upp. Ég ætlaði alls ekki svona langt fram, sko. Þetta var bara hjartanlega óvart. Bara, sorry kallið mig, bara, er einhver lína hérna sem ég má ekki fara yfir? Nennirðu að benda mér á hana? Þetta var alveg magna. Það er sem ekki að líka náttúrulega, eins og segi, við erum í svo óbáslega titilbarðununa við City sem er bara frábært og allt gott að blessa það, en maður horfi líka aðeins í það að við erum núna 3 stigum frá bara sko heildarstigasöfnun á fyrsta tímabili Klopp. Þetta er, þú veist, standardin er það rosalegur, sko. Já. Ekki það verið frábært tímabili. Nei, en ég sammála því og við erum bara komin á þennan stað og í rauninni í sjálfu sér þegar sögubökk að vera að skrifa þar og við höfum náð að fylgja þessum frábæra leik eftir með einhverjum titlum, þá verður í sögunni talað það hversu hratt þetta gerðist. Þetta erum við alltaf í nútímanum að ergja okkur á og fyrstu 2 árin alls konar skítatöpum og bara í fyrravetur voru skítatöp að ergja okkur, en í rauninni er breytingin á Liverpool núna á þessum síðustu 3 árum á svo margan hátt orðin svo gigantískur. Það tölfræði þættirnir nýjastu tölfræði þættir sem bætist náttúrulega við, svo þeir voru ræðið á hann varnarleikurinn, við erum áður búin að tala um sóknarleikin, við erum að tala um tölfræði þetta svo stig og alls konar þetta, allir þessi tölfræði þættir hafa tekið alveg geggjuð skref upp og það þetta bara eitthvað sem að í framtíðinni, því að þú veist, sagan er alltaf skrifuð í framtíðinni og það er alltaf sigurverðin að skrifa söguna því annars er enginn að lesa þær. Þannig að ég vona bara það að þegar maður fara að rifja upp sigra og afrek Liverpool verði það kannski sama hátt eins og því ég er búin að lesa Klopp-bókina Dortmund áruna sem að voru líka dálítið stjarnfræðilegt ris sem að skilaði titlum sem að auðvitað skiptir öllu máli að koma þeim á þenn stað sem þeir voru, að þá er þetta ótrúleg bæting á stuttum tíma og þetta, við erum það að við séum 4 ára setna eigum við inn í 16 leikir til þess að bæta það árangur, það heildar árangur. Það er alltaf bara í rauninni súr tölfræði, hún er svo flott. Líka vegna þess að þetta er alveg gerst áður. Þetta hefur gerst kannski með Chelsea og Manchester City, en þá keyptu þeir 12-14 leikmenn á leikmannamarkaðinum og voru bara á einu vetfangjaldinu komið með 4-5 heimsklassa leikmenn. Auðvitað við búin að vera bætin einum, en við erum líka búin að vera að bæta leikmenn sem hafa verið hjá okkur og erum að spila ungum leikmennum og gera þetta svolítið allavega auðvitað ekki ódýrt mjög góður, en á réttari nótu heldur þessi lið sem hafa tekið þessi heljarstökk áfram á undanförnum árum, sko. Og selt leikmenn sem var nú mörgum talin okkar besti leikmenn, sko, allavega verðmætasti. Nákvæmlega, þetta er kannski það þeir meina, þetta er kannski ekki heimsögulegt að liða við bætt sér svona 4 árum, en hvernig við höfum gert það, svona svolítið á réttari veg heldur en, allan að klárlega á réttari veg heldur en þau hin sem hafa kannski gert þetta áður, það eru þetta bara frábært, finnst mér. Það er eins og ég segi, við skiljum aðeins við Brighton leik og það er nú rólegt hjá okkur kannski aðeins smá út úr Steini, ég kendi þín mér langaði bara að taka saman það var eins og að væri samkeppni núna helgina hver gæti verið sá heimskasti yfir helgina. Ríó Ferdinand, hann er á því að Newcastle-menni að þakka sínum eiganda fyrir, það gerir ekki neitt fyrir félagið. Richard Keys, hann tók þann bolta á lofti og sagði að Rafa Benítez ætla að kaupa leikmenn bara úr sinni eigin vasa og svo kom á frendiði Neil Warnock og hann með sko sína 13-15 útlendinga liðin og erlenda eigendur og ég veit ekki hvað hann bara gæti ekki beðið eftir Brexit að það verður miklu betra fyrir alla að losna þessa helvítis útlendinga. Hver vinnur? Það er eitt rétt svar. Þetta er eiginlega harðari topparátta heldur en í ensku deildinni, sko. Þetta er svo mjótt á mér núna. En Spáðu bara, byrjum að það Ríó, spáðu í því að láta þetta út úr sér, bara, þú veist, maður veit að hann er búið að kaupa hann, skilur, í þetta, en spáðu hvað þetta er ógeðslega heimskulega. Að svona maður skuli ekki bara fá
í rauninni bara reisupassan frá sjónvarpsstöðinni sem að forgornum milljónir, 2 milljónir fyrir að vera hérna pöndit þegar menn láta svona hluti út úr sér bara því að þeir eru í einhverju viðskiptasambandi við komandi aðal. Þetta alveg snargali. Það kemur reyndar ekkert á óvart að Richard Keys skuli koma með heimskulegt kommenta því ég held bara að ég hafi ekki haft bara það, ég held ég hafi bara aldrei séð gáfulegt komment frá honum. Ég held ég að við þólað hann jafn illa og hann þóldi Rafa Benítez þegar hann var hann á Sky á sínum tíma. Þetta það heimskasta sem hefur verið í sjónvarpi, sko. Það er svo risaðilega. Þetta er bara mikið lifandi skelfingar ósköp held ég. Annarkvort eru Newcastle stuðningsmenn sem eru mjög passionate og harðir, annarkvort eru þeir bara skelli hlæjandi að þeir bara ná vart andanum úr hlátri eða þá algjörlega snar galnir yfir þessu. Ég held að hann ætti ekkert að vera að mæta mikið á St. James's á næstunni, sko, en með þetta og svona, sko. En sko, það er þetta er bara svo ótrúlega að haldi hann komist upp með þetta í á ferðinu, bara verandi í þessu viðskiptasambandi og annað slíkt. Þetta er bara svo snargal. Ég hélt að hann væri ekki svona stúpid, en menn greinilega gera margt fyrir penningin. Nákvæmlega, þetta kom svo mest með óvart með hann, sko, en réttarsvarið strákar náttúrulega alltaf Richard Keys. Hann hálfviti í vikunum, hann vinnur alltaf svona samkeppni. Mér finnst Neil Warnock samt. Þetta sýnir bara hvað samkeppnin er hörð. Já, sko, Neil Warnock, það er alveg með ólíkindum hversu margir virðast, það virðist vera eitthvað voðalega fínt trend að fíla gamla skólann, sérstaklega heima einhvern veginn, og hann er svona representa gamla skólann. Þetta er náttúrulega bara rakinn bjáni, hann margoft sýnt og hann bara sýnir það enn og aftur hann. Þetta var nú útúr og kannski ekki hvað sem við ætluðum að stúdera meira. Ég bara fannst þetta mikilvægt að koma þess að. Maggi, við tökum aðeins varandi topparáttuna. Það er nú búið að, þetta var virkilega vond helgi hjá Tottenham Hotspur. Þeir tapa móti Manchester, kannski koma eitthvað aðeins inn á þann leik. Þeir missa Son núna, það var vita fyrirfram. Asíu keppnin er núna, blessunlega er Afríkukeppnin komin á sumri til og svo kemur ljósið dag að Harry Kane er frá. Ég meina, er þetta ekki að verða svona alltaf hljóðulokað hjá þeim? Jú, en ég aftur á móti að því ég hefði mistað mikið fótbolta þá á laugardeginum og það var aðeins minna á sundum, ég horfði nú á hlut á þessum leik. Það er náttúrulega, ég skil alveg Pochettino að hafa rósa sínum mönnum því þeir voru að spila alveg ótrúlega vel, voru svolítið að fara í gegnum Tottenham United eins og við vorum að gera í deildinni nema nú að taka bolta mér reyndar. Hvað trendir það að tala alltaf besta leik sem ég sé eftir tapleiki? Ég þoli það ekki, sko. Já, ég er að sammála því, en í fótboltalega þá var Tottenham alveg klárlega miklu betra liðið á Wembley og mér fannst að það var ekkert margar heimsklassavörslur sem kallinn tók, þeir voru svolítið klaufar þegar Connery í færin sín, en ég held að það sé, eins og þú byrjaðir á, það er alveg ljóst mál að Tottenham án Son og Kane er lið sem að ég held að ég ekkert svo glatt eftir að ná að halda í við hinliðin. Ég bara sé það ekki gerast einhvern veginn að Llorente geti farið að fara inn í einhverja svona hluti sem að Kane hefur verið að gera og það hefur líka verið samspil Kane og Eriksson hefur verið mjög mikið og flott. Þannig að það er ekkert einfalt að ætla þeim sem stíga inn í það að fara að brasa eitthvað í því að fara að koma í stað þessara leikmanna. Það er bara ekki alveg þannig sem að sér það því miður og það fyrir þá þetta ekki fyrir því miður fyrir okkur, það er bara gott mál því að svo má alveg segja það sko að í þessum slag ef við erum að tala Tottenham sem að liði sem að við þurfum að vera að berjast við þá eru þeir auðvitað núna á næst einmitt í þessum leikjum þar sem þeir munu missa af þessum leikmönnum þá eru að spila við lið úr neðri hlutanum sem að maður myndi halda að þeir myndi alltaf klára og það er kannski gott að missa einmitt svona leikmenn sem einmitt var klárað ótal marga leiki eins og þeir var að spila við Fulham núna helgina og svo er það sko Watford heima, ég er að horfa þetta Newcastle og Leicester hefur 3 heimaleiki í röð, Newcastle og Leicester lið sem að svona
þú veist, það sem þú þarf stundum að berjast á okkur varnarmúrum, því að svo þegar þessi leikmenn koma aftur, þá fer kannski erfið að prófa fyrir Tottenham að koma inn, þannig ég held að þeir hljóti að vera ógeðslega svona súr og svektir með það að vera þessu. Er það ekki þessi við erum að horfa til dæmis í Sala og Suárez, það voru þessi leikmenn, okkar bestu leikmenn sem voru opnuðu þessi litli leik. Ég líka alltaf með ólíkindum Harry Kane undir stjórn Pochettino, hann er búin að skora 36% af mörkum liðsins, það er bara magna. Það var akkurat það sem ég var að reyna að segja, þú veist, að það, með virðingu, þeir missið þessa leiki, svo Son og Kane, að Son var ekki með þeim í haust, þá var hann í einhverju herþjónustu var það ekki og það skipti nú klárlega máli, sko, að það einmitt að missa það nú sem bara núna næsta leikum út í Fulham sem eru náttúrulega með baki upp í vegg og ennþá með líf og fjör og baráttu, það er akkurat leikurinn þar sem að, ég meina, ég horfði á að vinna Newcastle í haust, þeir gátu ekkert og Kane skoraði sigurmarkið þar, unnu Úlfana 3-2 þar sem hann skoraði þrennu, þar sem voru svona mörk sem maður geti haft alls konar skoðanir á honum, þá er hann skorari og er að gera þá hluti, Son brýtur upp hluti sem að skipta það máli, þannig að því leitunni til líka er það bara mjög flott að þeir sé að missa þá í þessum leikjum, því að ef þeir tapa 1-2 leikjum eða gera 2 jafntefli í næstu 4 leikjum, þá er alltaf þeirra séns formlega búin og auðvitað eftir tapið helgina, þú veist, ég meina ef við reynum einhvern veginn að verða svona hlutlausir, ef maður horfir á það að lið sem hefur tapað 1 leikjum á 22 er ekki að fara að tapa 3-16, það er bara þannig að United í Tottenham í sjálfu sér held ég að hafi dottið út úr baráttunum helgina, en auðvitað er þeir ennþá það nálægt ef við fórum að hlaupa bannan í þeim hérna frá, þá getur ennþá stíðin, en ég held að þetta tap helgina hafi endanlega dálítið gert út þeirra vonir, sko. Þetta er alltaf líka sitt í. Já, sammála. Ég held að við munum til dæmis sjá það í deildarbikarleiknum móti Chelsea munu þeir hendin sterkara liði heldur en hefðu gert eða unnið leikinn helgina. Nákvæmlega, tökum hitlið í þessari reymust ég sá smágætis könnun sem var þetta Liverpool ekkoblaðamaður kom með, þú veist, Solskjaer snillingur, Mourinho svona rosalega vonlaus, eða voru leikmenn Manchester að svindla eins á, hvað segir maður þeirra, á Mourinho þá í fyrir helming tímabilsins? Kjóstu? Er þetta ekki svona sitt lítið af hverju? Það var alveg augljóst mál að leikmenn Man United þeim hundleiddist og þeim hefur hundleiðst í lengri tíma. Það er fullt af góðum fótboltamönnum þarna sem hafa ekki fengið að spila almennilega fótbolta í bara mjög langan tíma. Dýrasta lið deildarinnar, má alls ekki gleyma því. Já, og það var alltaf verið að tala um að því við fengum ekki að kaupa hann Mourinho, hann fekk ekki að kaupa einhverja leikmenn. Málið er bara, og ég hef sagt það í svolítið tíma, ég held að Mourinho bara og hans hugmyndafræði er bara búin og ég var ákaflega ánægður þegar Manchester United réð Mourinho. Ég bara heila skríkti af kæti, að því að bara hann hefur sýnt það í síðustu jobbum sínum að hann hefur ekkert verið að valda þessu og bara hans hugmyndafræði er bara komin ákveðna endastöð. Ég bara flott, ég ætla svo sannarlega að vona að Real Madrid hoppi á hann aftur að því að það bara heldur þeirra decline áfram, en ég bara efast að þeir séu það vitlausir og eins og ég sagði í podcastinu þegar að hann var nýbúið að láta hann fara, þá held ég að hann sé búinn með sitt síðasta stórlið. Ég held að hann þurfa að fara aðeins að lækka sinn standard, en ég reyndar á því að Solskjaer er búin að vera að gera virkilega flotta hluti. Ég meina, menn tala alveg að það þurfi ekki mikið til að svona sleppa bestunum fram á mönnum, en hann er búin að vera að gera bara fleiri hluti. Það er ekki eins og bara eins og þetta var í fótboltafélaginu Fal, bara það kemur ykkur og segir í síma bara you play football og menn fara að spila fótbolta. Það er miklu meira það sem býr þarna baki og maður sér það alveg, en sjálfsögðu er þetta stórun hluta leikmönnum að kenna og þeir eru búin að bara eins og Paul Pogba hefur hagað sér, bara hvernig hann hagaði sér áður og hvernig hann hagaði sér núna, það er náttúrulega bara mínum augum bara skammalegt að svona maður sem er á þessum launum skuli bara leyfa sér þetta. En bara til Tottenham, svo ég fá nú að koma bara örlítið inn á það, þá held ég er alveg saman því ég held ég sé búið fyrir og þeir eru eftir að fara á Anfield, þeir eru eftir að fara á Etihad og ég held að það sé ekki séns að bæði Liverpool og Manchester City eigi eftir að mistiga sig það mikið að Tottenham eigi möguleika og hvað þá eftir að Harry Kane og Son séu farnir út. Þannig að
og bara svona til að halda þið til haga að hérna, þá talaði nú svona til að taka aðeins upp hanskan fyrir Pochettino, þá talaði hann að seinni hálfleikur hafi verið eitt besti hálfleikur hans undir hans stjórn. Ég vissulega horfði bara á seinni hálfleikinn, hann var virkilega flottur, þetta var alveg sama United sem við sáum aðvill nema nú bara stoppaði markmaður það, þeir fóru í gegnum alveg svo bara hnífur í gegnum smjör sko. Og Son var ekki herskildu, hann var bara í öðru móti til að sleppa þetta herskildu. Já, það var svoleiðis, já, það var eitthvað tengt hernum, ég myndi ekki alveg hvað það var. Það ríkalegt sko, en hérna þjálfarakapallinn hérna, þetta mættust nú Pochettino og Solskjær, hver heldur að verði í brunni hjá þeim hjá Manchester í ágúst og hérna... Southgate, takk, búið, bless. Samanlandast aðstofþjálfari. Já, ég það er náttúrulega bara dálítið gaman að fylgjast með þessu öllu, hvernig þetta kemur. Ég veit það ekki alveg, það er náttúrulega ekki margir svo sem lausir í heiminum einhvern veginn sem að hausinn hoppar á. Ég held að United sé að horfa til Zidane, ég held þeir séu, það er svona tilkynntur þetta interim while we search, það sem er alltaf vandinn þegar með svona Akkur tók verið það ekki bara núna strax? Mér skilst að hann alveg þverneyti að gera nokkuð í vetur, hann ætlaði að taka sér algjört frí í vetur og þegar við verið að kjáttasæðinu svo og þegar við virkilega verið að reyna að berjast í því og ekkert gengið og þá bara þá tökum við bara Solskjær í sumar og förum svo með hann í haust og þetta er þetta bara kjáttasjóður en ég held þeir séu ennþá að snúast í því að reyna að ná í hérna Zidane ef að hann er eitthvað með einhvern vesen þá það erfitt. En svo það auðvitað þannig og Solskjær heldur áfram, við skulum alveg átta okkur á því, þeir eru ennþá í meistaradeild og þeir eru alveg með leikmannahóp og lið sem við getum gert ýmislegt og þeir eru alveg klárlega komnir aftur inn í baráttunni í fjórða sætið, þannig að þú veist, það verður ekkert auðvelt hjá stjórn Manchester United að líta fram hjá öllu hæpinu sem er í gangi hjá hérna, þeim United-mönnum í dag. Ég var að ræða þetta við einn af eldri Liverpool-mönnunum í hópnum. Mér finnst United hæpið svolítið vera komið upp í það þegar við fengum Roy Evans eftir Souness. Ég fannst þetta svolítið, það var svolítið bara, það var einhvern veginn allir klára á því að þetta var komin eitthvað svona sem myndi bring back the old days. Ég meina Ferguson fann að láta sjá sig á æfingarsvæði, ég held að Ferguson velji liðið. Hann er alltaf í öllum leikjum sem hann var ekki í Mourinho, nú er hann bara svolítið að stíga inn í með svona kantinum. Að þú veist, hæpið er einhvern veginn það bara, við erum komið með aftur í gamla skólan og meina Evans byrjaði vel og náði náttúrulega að spila ótrúlega skemmtilega fótbolta með sínu Liverpool-liði og svona reyndi þessar gömlu leiðir sem að Souness hafði svolítið sparkað frá en svo kom bara að því að þegar kom í stóru leikina og þurfti að fara að skila einhverjum titlum að þá svolítið datt hann á nefið. Þannig að ég sé það alveg gerast ef að United-liði heldur svona áfram og nær kannski að vinna FA-bikarinn eða fara langt í meistaradeild og endi í topp 4 að United því að þú veist, við skulum líka átt okkur á því að eigendur Manchester United eru náttúrulega pappakassar. Þeir eru ekki alveg byggli pappakassar og Chelsea Hicks, en þeir eru nálægt því og það að borga óleikunar Solskjær laun og veist því versus það að fara í Zidane er líka eitthvað sem að skiptir það máli. Þannig ég sé það alveg, ef þeir fá ekki Zidane þá bara láta þeir Solskjær klára að halda áfram. Persónulega það held ég að þetta snúist alltaf, valið núna ég held að Pochettino sé nummer 1, 2 og 15 en ég myndi halda, ef ég ætti að veðja Pochettino er ekki inn í myndinu, þá væri það Solskjær eða frekar þá Simeone, ég held að ef þeir vilja Zidane þá fá þeir hann léttilega, ég held að honum bjóðist ekkert lið á Manchester United svo glatt endilega Hvað segir þú Steini? Hver verður í brunni á Manchester næstu haust? Ég er algjörlega á því að Zidane væri orðinn stjóri núna ef hann væri í myndinni. Ég held að það skiptir engu máli hvort að hann segist að taka sér frí eða ekki þegar þessi klúbbur kemur og bankar að dyrnar og ef þú hefur annar borð áhuga á því starfi þá hoppar á það. Ég segir hann ekki heldur eins og það hafi verið það mikið álag á honum hann er búinn að vera í 3 ár í þjálfun. Já, ég meina hann er reynslu minni heldur en Solskjær sem þjálfari þannig að ég segir svo mikið, ég gæti alveg trúa því að þetta gæti komið svona Roberto Di Matteo dæmi bara, við getum ekki annað en ráðið gaurinn þegar hann steig inn hjá Chelsea og gerði það Evrópumeisturum og bikarmeisturum eða eitthvað álíka og bara það vildi engin ráðan en þeir bara gátu ekkert annað en ráðan og
kannski öðruvísi með Solskjær að því leyti að hann náttúrulega innanbúða maður, búinn að vera hann lengi og þjálfa varaliðið alltaf og respected þarna innan hús en ég myndi telja allavega að mannsturinn þyrfti hærri prófíl í þessa stöðu svona til lengri tíma og ég alveg sammála þér í því að Simeone einhver sem að menn gæti verið að horfa til en ég ætla bara að setja pening minn á Gareth Southgate. Þeir eru það vitlausir þessir eigendur, ég held að þeir bara hoppa á Gareth Southgate. Það líst vel á það, heldur bara áfram þessu þjálfara trendir sem hafa verið á og þeir hafa bara staðið þessi fínt undanfarin ári í þessum þjálfara kapli. Talandi það, Maggi, Roy Hodgson og Crystal Palace, það næsti andstæðingur. Þetta er gott segvei. Ég veit ekki mikið um þetta Palace-lið annað en þeir hafa ekkert verið neitt frábæra, þeir tóku frábæra sigur hins vegar á City, þannig að þeir sýna alveg að þeir geta unnið leiki, þeir eru þetta 33% til 35% svona sigur hlutfall Hodgson að ég þekki á rétt, kannski eitthvað pluss mínus en ég meina til dæmis að Trent er middur og við leika móti Wilfried Zaha, ég er svona smá kaldur sviti við það en svo kom líka daginn að 39 ára Julian Speroni, hann er að fara að eiga leik lífsins á móti okkur. Já, ég bara því maður er búin að einhvern veginn ganga í pínulegt endinu í líta að fylgjast með ensku fótbolta, þá hef ég svolítið verið að pæla í þessu Crystal Palace-liði ekki á Hodgson heldur vegna þess að það eru bara nokkuð margir fínir fótboltamenn í þessu Crystal Palace-liði sko og þessi City-leikur auðvitað var náttúrulega alveg geggjaður en þeir hafa alveg verið að svona miða við Hodgson-lið þá eru tiltölulega mörg sóknarvopn í gangi í rauninni. Ég held til dæmis, mann allan að vera búin að kynna verið betur, ég held að Benteke ég allan að segja þess að vera í hópum helgina. Þannig að þá eru þeir með svona variasjónir í þessum leikmannahópi sínum sem að getur alveg á góðum degi gert ýmislegt. Þú talar Zaha, við getum alveg til dæmis talað Andros Townsend sem að skora þetta fullkomlega geggjaða mark þarna á Etihad Ég hef reyndar ekki séð svona langt yfir getur mark síðan að Victor Wanyama skoraði á Anfield sko. Já, ég meina þeir fóru Það er svona mark sem enginn frá Kenya hefur skorað þetta eins og við talum daginn sko. Þetta var alveg eins með Townsend, það var rosalegt leggja sko. Já, það var svakaleg, en sko ég meina þeir eru ég horfði líka þarna á hluta klippin og þeir fóru til Úlfan og unnu 2-0 að þú veist þeir eiga þetta alveg til að ná svona leikjum. Sakko hefur verið að spila vel svona með við sig hjá þeim í vetur og hefur verið að vinna svona maður leiksins og eitthvað svo maður leiksins allan í þeim leik til dæmis og svo þeir með hennan Milivojevic á miðjunni sem er svona flottur svona þungur varnar miðjumaður og svo þeir með þetta með Zaha og Townsend og svo þessi Ayew eitthvað gaur sem svona hefur hraða og getur blastað einhver og svo þeir geta nú hent kannski Benteke til þess að vinna einhverja skallabolta þá er þetta alveg lið sem er ákveðin ógn en af því sögðu þá erum við bara við erum bara miklu betur en svo að í rauninni geta nýtt okkur eitthvað svona sem einhver afsökun, þetta er bara skildu sigur og ég meina þú ert að tala um Zaha sem náttúrulega hlýtur að koma að því hann eitthvað stjörnuleika mót okkur en þegar þú horfir á, ég meina hafsendapari Tomkins Sakko, þeir munu sko, maður er að passa þess að tala ekki í ljóta orð en þeir munu eiga yfir meldingatröflunum og mjög hugsanlega sem skila einhvern veginn af sér öðruvísin en ætluðu sér kvöldi fyrir leik til þess að fara að mæta Sala og í rauninni kannski fyrir mínu eins og hann hefur verið undanfarna leiki því að þeir eru náttúrulega báðir þessir hafsenda þeirra á í rauninni sko miðjan líka ofsalega hæg og þess vegna held ég að við höfum bara að fara að challenge okkur með það, þetta er bara skildu sigur, ég veit að við erum alltaf pínu stressaðir og maður er alltaf einhvern veginn að bíða eftir eitthvað gerist næst en þetta er bara skildu sigur á þessu Palace-liði sem að mun samt alveg pottþétt berja svolítið frá sér. Ég sagði 30-35%, Hodgson er núna með 36% sigurhlutfall, þannig að er hann ekki komin yfir meðaltal, þannig að er það ekki... Jú, þú varst far átt í þessu, alveg far átt. Nei, ég meina ekki, jafnast ekki bara út á núna í helgina? Jú, það var bara mjög gott. Þetta er einhverju hluta vegna hefur mér alltaf fundist þetta Palace-lið vera miklu betur skipað heldur en úrslitin
hjá þeim gefa þeim kynna, búið að vera í mörg ár. Það verður alltaf að taka inn í jöfnuna Roy Hodgson stýrið þeim, en mér fannst það líka fyrir tíma Hodgson. Og mér finnst alveg bara með magnað á árið 2019 að Roy Hodgson skulle ennþá hafa atvinna því að stýra fótboltalið. Það bara magnað. Þeir eiga náttúrulega bara ekkert skilið annað en að vera bara mjög neðarlega bara fyrir þá sök einu og sér. En engu að síður þá þetta bara leikur sem að talandum bananahýði, okkur hefur oft á tíðum gengið illa móti Pallas í gegnum tíðina. Það bara alveg sama hvar liðin eru stödd. Þetta þetta mjög óvenjuleg staða eins og staðan núna. Það hefur ekki verið svona mikill getumunur þannig á liðunum þegar það kemur að þessum leikjum, en það hefur ekkert allt að segja. Það kemur í leikinn og við erum enn og aftur að missa menn í meiðsli. Við Trent Alexander-Arnold í mánuð og Wijnaldum tæpur. Matip reynda að byrja að æfa og Gómez getur ekki komið nógu fljótt, þannig að það svona verið að reyna allverulega hópinn líka, en sem betur fer núna menn eru náttúrulega hundfúlir að vera dottir út af byggarnum, en það vika á milli leikja. Nú hafa menn viku til að fara á æfingasvæðið og þetta eitthvað sem Klopp hefur oft sagt að hann sakni þess rosalega mikið á Englandi, eins gaman það að hversu mikið spilað þar og hversu svona intensity mikið, að þá saknar hann þess ofta að geta ekki farið á æfingasvæðið og bara stillt upp einhverjum atriðum og æft ykkur ákveðin kerfi og hluti, af því að þetta þegar tímabilið alveg á full swing þá snýst þetta bara leiki og að jogga sér niður og svona ná sér líkamlega fyrir næsta leik. Þannig að þetta vonandi skilar því að við eigum að geta að vera betur undirbúnir undir þessa leiki og yfirleitt þegar Klopp fær tíma til að undirbúa sig þá deliverar hann. Líka áhorfið þetta Pallaslið Maggi að þeir eru sterkari á útivelli í það sem af tímabili með við hvað var allavega frábær stemming á þessum heimavelli, þannig að ekki, þetta eru 4 sigrar sem að skekka eitthvað myndina en mögulega sko, en í rauninni þeir og þessi sigur hérna móti City náttúrulega breytir kannski svona ímyndin hjá mann, þetta lið búið að vera bölvuðu ströggli hérna í rauninni mest af tímabili sko. Já, það saman því, en þeir voru rosalega lengi í gang, áttu erfiða byrjun á mótinu og voru bara svo sem bæði náttúrulega voru meðsli og svo voru þeir bara greinilega lengi að slípa sig inn í það sem voru að gera. Það sko síðustu svona, síðustu einhverja, kannski 6 vikurnar, þá hafa þeir verið alveg á ágætis stað í svona heildarsamhenginu. Man rétt þá þeir búin að vinna 3 á síðustu 6 eða 7 eitthvað. Og voru sko algjörir aular í þessu leiksinum móti Watford helgina, klára þann leik ekki, en ég alveg sammála því þetta er svona lið sem að vinnur skrýtnu leikina og tapar svo einhvern veginn á heimavelli. Þeir endar sko þessi Watford-leikum ekki var bara eins og Tottenham Manchester, þeir áttu sko meira en nóg að færum til að klára þann leik sko. Já, algjörlega, og þeir voru bara auðlar og ef þú rullar yfir sko leiki þeirra þá eru þeir alltaf búnir að spila á heimavelli svolítið við sko öll stóru liðin einhvern veginn og bara vera að tapa því, en þetta lið sem að ekkert svo glatt að tapa með meiru heldur en einhverju einu marki sko. Það bara, ég var að skoða það hérna með undirbúin fyrir þáttina, þeir eru að tapa með einu marki, 2 þetta fyrir Chelsea og fyrir okkur sko, en það einhvern veginn þannig sem þeir eru og búin að fara á erfið útivelli. Ég meina, það ekki bara City, þeir tóku náttúrulega stig Old Trafford, reynda svo sem kannski ekki alveg þetta benda á það einhvern veginn, en þeir eru svona einhvern veginn lið sem að svona virðist einhvern veginn velja sér daginn til þess að spila vel og meina á undan þessum leikjum í janúar, eftir City-leikinn taka þeir á næstir heimaleikur á móti Cardiff og það var 0-0 skítaður sko alveg drullu leikur. Núna eftir Úlfana fara og taka Watford heim og tapa því, þannig að þetta er svona lið sem einhvern veginn
virðist einhvern veginn, já, bara það eru matsvinnar að báðum endum, þannig að við vitum það alveg að Sakko alveg góður fótboltamaður ef hann ekki heilatognaður og veit sína stöðu, þá getur Sakko skalla 50 bolta frá og hent sér ekki gefa víti eða gera með rétta, heldur henda sér fyrir skot og eitthvað. Þannig að þetta svolítið svona svoleiðis lið, þeir einhvern veginn geta gert eitthvað en eru líka það lélegir að það koma einhvern veginn leikir þar sem þeir bara svona fissa út. Vonandi bara það þannig að það verði þannig á Anfield helgina. Þeir sýni þessa lið sem að einmitt seinni hálfleikurinn þeirra móti Watford var versus fyrri hálfleikurinn. Það var svolítið svona bara í hnotskurni einhvern veginn þeir sko. Að þeir geta ýmislegt og það eru þarna, við erum búin að tala Zaha og Townsend sem að geta skorað mörk og geta skapað hluti. En svo eru þeir líka með sko bæði miðjumenn og varnarmenn sem geta gefið mörk út í eitt og ég meina, þú minntist að Speroni, þannig að alveg bara alveg gaman að sjá hvernig hann höndlar sig, því að hann er alls ekki góður markmaður á nokkurn hátt, hefur aldrei verið í sínum flottu síðbuxum og með þetta bráðhugulega skegg sko. Nákvæmlega, Q hann verið frábærum helgina en Steini Liverpool-ið við við erum komin svolítið, hann er svolítið þunnskipað ef að Wijnaldum, ég held að sé svona, hann hafi svona nokkurn veginn verið að afskrá hann allavega helgina en kannski ekki mikið meira það og Gómez ekki með. Hver þetta kom inn í til dæmis Keita þá in contention og náttúrulega við búist jafnvel Matip? Já, ég á alveg von á því að Milner verði settur hann í hægri bakvörðin. Ég finnst það nú líklegast og síðan er þetta bara spurning hvernig standi Matip hann náttúrulega ekki að koma úr einhverju tognun eða svoleiðis, þannig að hann á að vera alveg bara ef þeir eru farin að treysta þessu beini að það sé búið að gróa að þá að hann að vera í hörku formi þó að hann sé ekki búin að spila í nokkra vikur, þannig að Er ekki Milner sérstaklega og náttúrulega kannski Fabinho líka ástæðan fyrir við til dæmis leifum þessa Klein, ég vil kalla vitleysur reyndar en leifum þennan lánstíl? Jú, ég held að hann horfi bara á það sko, hann er með Klein hérna á bara ágætis launum sko, ótrúlega satt á held ég líka að það sé svolítið svona humanity í gangi í fótboltanum þótt að við stuðningsmenn upplifum það ekkert alltaf. Ég hugsa að hluti af þessu sé bara þarna er gaur sem er búinn að þjóna okkur og hann er ekkert að fá að spila, hann hefur metnað til að spila og við ætlum bara að leyfa honum að gera það. Við erum með Trent sem var ekki meiddur þá, Gómez er að koma tilbaka, við erum með Milner sem einn af þessum kostum og við erum líka með Fabinho sem hefur oft spilað þessa stöð, þannig að bara akkur eigum að vera haldunum hjá okkur, þannig að ég skil þessa ákvörðun alveg, auðvitað lítur þetta illa út núna bara þegar Trent meiðist í mánuð korter eftir að þetta er leyft. Heldur að Klein hefði byrjað þennan leik ef hann hefði ekki farið? Já, jú, ég hugsa það, en mér finnst nú reyndar, ég hef nú haldið að Milner væri kortið líka en svona kandidat í þetta, því að hann greinilega tók hann fram yfir Klein hérna í leiknum sem að Trent var meiddur hérna fyrir svolítið síðan og þá var Klein klár og það var ekki fyrir að Milner var líka meiddur sem hann setti hérna Kleinin. Þannig að samkvæmt því að þá var Milner samt fyrir framan Klein í röðinni. Þetta verður spennandi og var þetta þessi meiðsli þá náttúrulega er við erum búin að fá ágætis tíma fyrir þennan leik, það verður 11 dagar fyrir næsta leik sem kannski kemur sér ágætlega fyrir okkur liði virðist aðeins vera svona lemstrað eftir undanfarna mánuði og vonandi er það bara tíminn sem þarf til að ná þessu en hérna bara aðeins þá förum að ljúka þessu með spá og því sko við höfum allir og held ég flesti allir púlarar orðið varir við hérna sko það er orðin rosalega ásóknin það ekki Steini á þessa leiki núna, ég sá ást að svara varðandi norsku vinn okkar í dag og svona það liggur við að förum að gefa þetta bara alveg frá okkur sko. Já, þetta er alveg bara, það er allir sammála um það, ég hef nú verið tengdur hérna ferðum og miðum á Anfield í yfir 20 ár og þetta er náttúrulega bara algjörlega galið ástandið núna, það er þvílík eftirspurn og þó að miðum hafi fjölgað með stækkunni að þá hefur þeim ekki fjölgað nægilega mikið til að hægt sé að svara þessi eftirspurn og það er náttúrulega bara gengi liðsins er líka þannig að það vilja allir komast og taka þátt í partíinu og er að vonast til að gerist eitthvað.
en eins og staðin akkurat núna, þá bara sjanslust að redda mið, bara, þeir eru bara, þeir sem eru að hugsa að láta miðana sína þarna úti og lána það úti eða leigja þá, að þeir halda bara að sér hönd, þeir ætla ekki að fara að láta það núna fyrir ykkur auks upphæð og síðan verður þetta bara titilbarátta til enda og þannig að það vil enginn þeir örfáir sem eiga miða og væri hægt að fá miða hjá að þeir halda bara þessi höndum þeir láta það ekki líka norsku miðarnir sem eru nú official miðar sko eins og þú veist þeir eru náttúrulega bara má ég segja svo Steini það er náttúrulega bara ég var núna úti á stalla við góð vinn okkar sem hefur nú verið í þessum bransa lengi og hann einmitt lýsti því að hann var að lenda í stöðu sem hann hefði aldrei lent í eitt af því sem líka gerist það náttúrulega bara breytingin sem hefur kannski orðið á síðustu 5 árum frá þetta var síðast í gangi þannig að nú líka hefur Liverpool bara fengið á sig allt annað stimpil sem borg þannig að það bara líka orðið mjög eftirsóknarvert að koma í borgina þannig að það bara þeir sem hafa komið þangað einu sinni vilja bara koma þangað aftur það er það sem er farið að gerast og það er alltaf bara það sem við eigum bara að leggja til menn fólk normennir eru með official miða það sem annað sem gerist er það að mjög margar ferðaskrifstofur að díla við það að vera með miðar sem eru svona alls konar reddingar sem í gangi og sem að þau verða þá bara algjörlega sprungið upp úr og ég veit alveg að menn sem að vera að tala við mig hérna sem er svolítið að hrökkva við út af verðunum þetta er bara það sem gerist þegar liðinu gengur svona vel það strákar sem að voru kannski eru kvótaðir jafnvel eins og einn sagði við mig núna nýlega 6-falt verð frá því að hann fór síðast en það var líka fyrsta ári á Klopp þar sem og í leik sem að skipta einhver máli þá bara breytist það þannig að þeir sem eru að hugsa að fara út bara hoppið á NST á síðuna þeirra, það ennþá sá ég eitthvað eftir að pakkanu þeirra fór Íslandi sem bara bara afskaplega held í venjulegu verði við það sem er í gangi. Það á næst síðasta heimaleikinn. Næst síðasta heimaleik og Huddersfield og þeir eiga ennþá miða á ákveðna leiki fram á vor, það margt orðið uppselt hjá þeim en bara orðið í dag á þessum strákum út eins og Steini sagði og bara það er bara allt, bara þetta einn sagði það við minn og nýlega, it's a war zone getting tickets og þannig bara staðan núna og við verðum bara því miður að lifa við það þá erum við langt frá þegar svona gengur. Nákvæmlega, herðu við förum ekki, þetta er eitthvað sem við höfum afskaplega lítið með að gera þannig séð í stóra samhenginu en þetta er þó allavega sens á síðun, það er miðar og Anfield linkur á síðunni sem að maður hefur alltaf svona verið að reyna aðstofamenn komunum í samband við eitthvað sem getur redda miðum og maður vill hjálpa til að komunum á völlin, maður hefur gert það gegnum tíðina en það er bara no can do, það er bara þannig, það er bara þýðir ekki. Nákvæmlega. Herðu, en það allavega er leikur núna helgina og ég ætlum bara, eins og ég segi, fara að ljúka þessu með spá. Maggi. Já, ég hef bara fulla trú í mínum mönnum. Ég bara tippa á það að við náum alveg að standa þetta verkefni á okkur með sóma. Ég held að við vinnum innan leik, ekki segja 3-0. Ég held að við séum bara, það er miklu betri Crystal Palace, auðvitað geta þeir kannski laumað en einu marki en ég held að við vinnum þennan leik með 3 mörkum og alltaf tippa 3-0. All right, Steini. Ég var nú að hugsa að Bjalla, var það ekki Eyþór og fá hann til að spá fyrir mig, spáði hann ekki fyrir Brighton-leikin, hann færi 1-0 svona, þetta væri ströggleikur með víti hjá Sala. Sem að fiskaði sjálfur. Sem að fiskaði sjálfur. Ég ætla að segja 3-1. Við náum ekki að halda hreinu. Frekar fyrir dag. Frekar óraunhæft, ég var náttúrulega bara 6 mörkum frá því núna í síðasta leik að hafa þetta rétt en ég held ég snúi þessu bara við, ég ætla að spá 1-0 núna fyrir Liverpool, þetta verður svipaströggl held ég og síðasta leik segi ég og vonast á þetta 7-0 sigri að sjálfsögðu en nei, eins og ég segi, þetta lið er ekki að fá á sig, er ekki að tapa miklu mun í sínu leikjum og ég held að þeir eru eftir að taka leikkerfi við Brighton og alveg setja fyrir mettar og pakki vörn og þeir hafa hættulegra átletti í þessum hlaupagekkjum eins og sérstaklega Saha og Townsend en 1-0 og allir sáttir. Við erum 4 stigum á undan Manchester City núna, við verðum að vinna til að halda því og þeir eiga svo Huddersfield í næstu umferð og þar er ekkert að fara að gerast, það er nokkuð ljóst og hann er búin að segja af sér stjóri Huddersfield og
þeir eru bara númer og litlir í vetur, það bara ljóst, þetta var kraftaverki í fyrra og eiginlega hitti fyrra líka, þannig að þetta rosalega mikilvæg leikur upp á það að gera, við þurfum að vinna og halda pressuna á City, en ég held að dagskráin sé bara tæmt í kvöld og við vonandi verðum aftur ferskir eftir viku eftir sigur á Palace. Takk í kvöld.